Já, verið hjartanlega velkomin. Við hérna bakka inn hérna. Ertu að bakka inn? Ég að bakka inn. Velkomin. Takk. Sumleiðis. Takk. Langt sem ég sé þig. Já, sömuleiðis. Var ekki Kristmundur feskur í Jú, síðastætti? hann var það og hann var í alveg bestur að nenna að taka upp. Hann skaut upp á að myndi taka annan þátt strax, sko. Já. Ég var komin í vonuleysið. Eða það, Já. hyldýpið. Ég var bara, ertu að grínast. Varstu svona graður? Já, ég gæti ekki hafa með mig. Nei, já, eins og þið kannski vitið þá klikkaði síðasti þáttur eitthvað aðeins. Við þurfum ekki að fara að tala meira um það. Nei. Við erum að leiðin til Það fór Vegas. bara vel. Við erum að leiðin til Vegas. Gaur, pældu í því. Ég byrjaði náttúrulega á að skjóta þess á þig. Já. Með hvort myndur frekar spurningur Já. fara með vinniðinu til Vegas eða vera heima grá skurði. Já. Af því að ég hef pitchað að þér nokkrum utanlandsferðum. Já, maður er rétt. Yfirleitt velur skurðin. Já. En svo bara, you put your money where your mouth is. Ángríns. Það er rosalegt. Ég er náttúrulega, það má ekki, ég var nú á tenni líka. Þú varst á tenni, algjörlega. En já, algjörlega. En ég pitcha svona 18 ferðum á ári. Ég veit það. Og ég er náttúrulega, þú veist, tók því bara eins og bara, ég bara svona, já, við gerum það, skilur. Og ég var ekki sem búin að nefna þetta vingu, skilur. Ég var nýbúin að nefna 2 aðrar ferðir sem við vorum búin að tala um. Og ég er svona, ég nenni ekki að koma með 3. Svo hringdur ég bara, ég var að panta flug. Ég bara, og bara, ertu ekkert búin að tala um Ingu? Nei. Ég bara, já, ég ætla að hringi hana. Og ég sagði, og þá sagði við eitthvað verður, bara svona, ég var eitthvað aðeins búin að nefna þetta bara, en ekkert eitthvað svona alvarlega, eitthvað svona Vegas, þannig að auðvitað, myndur þú vilja fara? Hún bara, já, en þú veist, allt í lagi ef þú vilt fara. Ég bara, nei, þú veist, ef við getum farið, ég var að fara. Bara, já, ég bara, ok, þá fyrir við bara, skilur við. Geðveikt. Og bara, það er viss að sé að taka upp. Ég var að fara yfir planið eða? Varstu búin að fara yfir það? Nei, kannski eitthvað aðeins, ég man það ekki alveg. Við sem sagt fljúum. Við fljúum út morguninn á laugardegi. Já, 8:35. Já, og lendum, 1:30. Já, lendum 1:30 eftir hádegi, úti. Fáum okkur kannski eitthvað að borða. Já. Mögulega lögn. Já. Ég fæ herbyggi, við fáum herbyggi okkur 4:00. Aha. Ég held að við fáum okkur 1:00. Ok, já, við náttúrulega lendum 1:30, kannski klukkutíma og komum okkur á flugvellinum og svo ég held sér síðasta lagi 4. Já. Eitthvað svona. Gekja. Svo er það bara UFC kvöldi. Já. Erum við að fara á early prelims? Erum við bara á prelims? Nei, jú, það er bara prelims. Já, það er 7:00. Ég hef verið að mæta bara þegar prelims er hálfnað, sko. Já. Þetta er ógeðslega, þú veist. Já. Það byrjar Þetta er mjög langt, sko. Prelims byrjar 5. Nei, early prelims byrjar 5. Já. Prelims byrjar 7. En mér langar að mæta prelims út að það er alveg stór nöfn í prelims. Já, bara let's go, mætum bara 7. Já, svo Svo er rúglega frekar búnur að því eftir UFC. Já, ég er ánægður að UFC sé fyrsta daginn þegar maður er best búin að því. Já. Og það, þú nær einhvern veginn að halda vakandi í svona geðvikinni. Já, svo náðu líka bara vonandi að sofa í flugunum leiðin út. Já, ég hugsaði það, sko. Þú veist, við erum að mæta upp á flugvöll, 6:30? Já, við gistum líklega upp í Hvalfirði, sko. Út að Lukas verður þar. Já. Þannig að út að þetta er svo snemma. Já. Að þá ætlum við bara að vera, ég hugsi við ætlum bara að reyna að vaka mest á nóttunni. Það? Til að reyna að sofa. Já. Við erum alveg 13 tíma eitthvað. Já. Þið getið kannski gist hjá okkur bara. Já, sjáum bara. Já. Það er ekki langt úr Hvalfirði til Keflavíkur, eða? Jú, það er samt ekkert eitthvað bilað, sko. Nei. Allavega. Svo erum við að skoða Chris Angel Mindfreak á sunnudeginum. Það er rosalegt. Er það á sunnudeginum, eða? Já, ekki. Já, geggjað. Við minna það. Og svo erum við að hóta Storage Wars, fara að kaupa hérna á uppbóði. Já. Svona geimslu. Já. Og skoða, og það væri geggjaður þáttur. Já. Félagsmyndstinn. Við erum að taka með okkur kameru. Can I get a 1, can I get a 2, can I get a 3? $6,000. $6,000. Já, það væri geggjað, en við þurfum aðeins að plana það. Já, kaupa geimslu og róti henni. Já, það væri geggjaður, sko. Og hvað, við náttúrulega í boði Happy Hydrate og Dominos. Og það eru risastóra fréttir. Já. Það er komið nýr kostunaraðili. Og hann er ekki að vera í gerðinni, að vera í endanum. Þetta er kostunaraðili sem er mjög kær. Já. Og í góðu og nánu samstarfi við þau. Og hefur átt gegnum ævina. Og hefur verið mikill neytandi
síðan, runni ég mann eftir mér. Já. Þetta Nói Sirius. Verið velkomin. Nói Sirius, maður, það rosalegt. Þú áttið uppáhalds? Uppáhaldsnafnið nýja kroppið. Nýja kroppið, já. Já, gula. Ég var að segja, en eitthvað svona sem hefur verið líka bara sífast lítill? Þú veist, Opal svona á sérstakarnstæði hjarta mínu. Afi minn, hann hannaði Opal. Þetta merkingarnar, hringinir, iconic, rautt hvít. Þannig að fréttamann afiðin? Nei, það í mömmuðett. Þetta ótrúlega gen. Ég veit það. Já, ok. Hákon sumarlega svona. Já, ég smá súkkulaði rúsínukall. Já. Og hef alltaf verið. Já, þú ert svo hóvær og... Já, ég er svo hóvar með svona, ég fæði bara súkkulaði rúsínur og pælingins nýði. Og finnst það bara geggjað. Já, mér finnst það Ég er ekkert að ganta með því, sko. Ég fæði mig bara súkkulaði rúsínur, sko. Já. Bara við hvaða tilefni. Algjörlega. En já, í sammála nýja kroppið er í ruglinu. Það er í ruglinu. Bíókroppið er náttúrulega eiginlega geitin, sko. En hvenær kom Nóakropp? Mér finnst þess að það bara alltaf verið. Það var 82. Nei, ég veit ekki. Þetta er eldgamalt namni. Já, það er þetta að fara í erlends með þetta. The Crop. Manst þetta er hérna púkarnir? Já, ég man eftir svona lakrís með svona pipapúkar. Pipapúkar, já. Those were the pooks. Já, og bara geggjað að þeir séu komin inn og hérna og megi það samstarf lifa. Já, algjörlega, við þakkum bara kærlega fyrir. Já. Og verið hjartanlega velkomin í félagsmyndstöðina. Já. Ég fatt að ég glemti tölvunum minni. Já. Hérna en já, planið er að fara einmitt á svona uppboð í Vegas. Já. Að það sem eru uppboð, ég veit, ef að þið hlustundur veit ekki hvað við erum að tala um, þá eru einhver, er þetta ekki alveg rétt hjá okkur að þú veist, ef þú borgar ekki leiguna af geymslunniðinni. Jú, en þetta er alltaf líka bara fólk sem deyr. Jú, þetta er þannig að ef þú borgar ekki leiguna þá er bara haldið uppboð. Já. Og menn þú fær kannski að sjá eina mynd inn í þetta. Já. Og það er bara svona, þarna sérðu þennan eitthvað. Já, einhverjum kassar og eitthvað og einhverjum svona geymslur. Já. Og þú getur keypt bara eina geymslu, bara allt sem er inn í henni. Og svo ferðu bara rótar í það. Og 90% af skiptanum er fólk bara að finna bara $1,000,000. Ég held að myndi bjóða upp á þetta verður annarkvort mjög fyndið eða mjög sorglegt. Já, svo hef ég líka séð að fólk er að kaupa svona og þú veist finna bara einhver fjölskyldualbúm frá okkur fólki. Já, þetta er bara geymslur. Já, en maður getur náttúrulega bara tekið þetta heim og látið bara þetta sem manns eigið. Já, algjörlega. Kannski teiknað eitthvað fyndið á myndunar. Já, teiknað skegga fólki. Djöfleiru og eitthvað. En ég er búin að vera að skoða uppátt núna yfir helgina. Aha, já. Ok. Chandler, Matthew Perry. Já. Hann náttúrulega lést í fyrra, hitt í fyrra. Og það er verið að bjóða hann upp. Það er verið að bjóða upp eitthvað af eigumanns. Í alvöru? Já. Áðurum fyrir mig það. Já. Það mér finnst alltaf að koma ný fréttum eitthvað að það sé verið að kæra eitthvað lið út á döðan. Já, það var, ég held að það hefði bara verið núna daginn sem að hann, his assistant var. Og var þetta bara fólk að vísvitandi að gera þetta? Sko, ég reyndar komin þangað núna í mínu lífi að allt sem ég sé frækt fólk er bara, þetta er bara eitthvað rugl. Mér finnst það er svo mikið að kjafta þig alltaf. Það er bara bara Kim Kardashian með nýjan, þú veist, ég þurfti að sjá svona 20 fréttir hana og hver er það? Lewis Hamilton. Já, áður en ég trúði því. Já. Þú veist, það er bara, mér finnst það bara svo mikið verið bara svona bulli bara fyrir til að fara með eitthvað engagement. Já. En já, þetta er þetta alvöru, þetta er uppboð með eigum Matthew Perry og ég er með smá lista yfir það sem er í boðið hana. Má ég sjá. Sko. Þú getur keypt verðlaun sem hann vann. Hvað er þetta? Þetta er 2006 Telly Awards. Þetta er ekki fyrir Friends. Má sjá, byrjar þetta á hræðilu, má sjá. Nei, veistu hvað? Hann átti 2 verk eftir Banksy. Aha. Já. Bara alvöru. Ég sé sjá þetta hérna. Ekki skoða þetta, ég ætla að segja þér. Bara að skoða. Hættu því. Já, ég er ekki að skoða. Við erum með hérna eitthvað, ég ætla að fara short eftir, maður sjá highest first price, ok. Það sem er hæst er Banksy og tjekka þessa mynd, við setjum hann á Instagramið. Þessi mynd, þú hefur séð þessa mynd, hann á bara þessa mynd. Shit.
og það núna er $400,000 næsta bid, þetta er alveg alvöru uppbóð. En er þetta þá bara börnin að gera þetta? Það átt ekkert börn kannski? Ég held að hann hef ekki átt börn. Já, það eru 3 Banksy-myndir held ég, en það sem er eiginlega nettast og ég er alveg að hóta að gera tilbúð í það er handrit af fyrsta Friends þættinum. Aha. Þegar það var verið að gera Friends þá tekið upp fyrsta þáttinn þá hét hann 6 of 1 þættin átt að heita það. Já. En var svo breytt í Friends, þannig að þetta er bara bókstaflega fyrsta handritið af fyrsta þættinum af Friends, áritað af öllum sem að leku The Friends. Það er alveg komið eitthvað mikið samt. Þetta er alveg mikið, þetta kostar þetta er komið aðeins meira en ég held. Þetta eru $16,000. Já, 2 milljónir. Hvenær er þetta búið? Þetta er búið eftir 4 daga. Mér finnst það ekki algjör sturlun. Nei, en mér líður samt eins og síðasta klukkutíman á svona, þá er þetta alltaf bara Já, true. Já, 2 milljónir er reyndar alveg þvæla. En 2 milljónir samt mér finnst þetta alveg þannig að þú myndir fá 2 milljónir og þú ættir ekki fyrir það og ættir að reyna að græja það út að þú getur alltaf selta dýrara. Takið yfirdrátt. Ángrís, við mælum með, ef við sjáum eitthvað sem ykkur langar geggjastlega mikið í, bara takið öll smálan sem þið getið til að eignast þetta. Já, þið getið kannski selta á meira. Já, en þetta er bara ef ykkur langar geggjastlega mikið í þetta. Já, og því að kannski getið selta svo. Já, á meira sko. Eða þess að ég kaupi bara fullt eitthvað svona bylli og selja þetta aldrei. Já. Og þú langar geggjastlega mikið í það. Sjáðu hérna, svo er þetta hérna nett líka. Þetta er Batman úr. Já. Hann var rosalugur Batman aðdáandi. Alveg bara svona safnaði fullt af einhverju Batman city. Þannig að það er, eins og hérna You either die the hero or you live long enough to become the villain. Ertu að tala um The Caped Crusader? En séu, þetta er eitthvað svona limited edition Batman úr á $7,000. Já. Og það er hægt að sjá það í, hann fór í eitthvað svona 10 things you can't live without eitthvað á YouTube og það skilur að koma og það var úrið já, hann var með úrið skilur bara, ég tek þetta með mér allt skilur eða eitthvað svoleiðis held ég Ert þú eitthvað að skoða svona upp á það? Ég fer reglulega í eitthvað svona gýr Já, ég gera, ég skoða reglulega íslenska síður með eitthvað svona með eitthvað málverk og eitthvað svona, mér stæði nett eitthvað svona málverk já, og svo bíla uppbóð og eitthvað svona Hérna er eitthvað sem kostar $5,000 Kaupum það Þetta er handrit, maður sjá, pilot script og Chandler Bing driver license sem hann notaði í þáttunum Og hvað er það? Verðum við ekki að kíkja á þetta þegar þetta er enda og sjá hvort að félagsmyndstegin getur ekki bóðið í eitthvað annað? Það væri legendary, myndu kaupa eitthvað Þótt að var ekki nema bara closetpapir eitthvað bara einhver áriðið, einhver sturlar closetpapir Já Sko, mér finnst þetta nett sko Já, sammála, ég er svona, ég elska eiga eitthvað svona Ég á pelespil, skilur með bút úr treyju og bolta sem hann var með og eitthvað svona Hvað kostaði það? Það var ekkert eitthvað bilað Hérna er sko önnur verðlaun 2000 People's Choice Award for Favorite TV Comedy Friends Original Glass Award Pældi hvað legendary væri með þetta hérna bara á milli okkar í þættinum Ég meina, hérna, og svo er bara mynd, skilur þetta er bara stittan, skilur sem þau hérna held á Ég sá, hann hefur aldrei verið giftur á engin börn þannig að það er engin erfitt, skilur Ok Já, þetta er bara uppbúð Hver ætli sé að fá peningin? Já, þetta er eitthvað svona góðgerð hann átti eitthvað svona, hann var eitthvað The Matthew Perry Foundation eða eitthvað Hvað er sad samt að vera láta allt bara renni svona en dó leiðug steitla alltaf og Já Hérna Banksy Girl with Balloon, $400,000 Hvað er það mikið? Það er það eitthvað það mikið? Já, það er 50 milljónir eitthvað Það var greinilega mikill list unnandi sko það er rosa mikið einhver svona listaverka með það Check hvað er mikið Já. Rocky poster Pablo Picasso eitthvað svona endurprent Já, 500.000 eða 5 milljónir segi Nei, 400.000 það er 50 milljónir sorry Segði það kannski 50 milljónir? Já Jesus, þvæglega er það maður Það er ekki neitt Það er 5 einkaflugvélar sko Já Já, ég dett stundum í þetta að þú veist skoða eitthvað svona þú veist, mér
Mér langar ótrúlega mikið í eitthvað frá Tupac. Já. Og mér langar í eitthvað frá Elvis. Já. Og mér langar í eitthvað frá Snoop Dogg. Já. Ég alveg sammála, sko, en þetta bara allt svo dýrt, þú veist. Eins og Elvis og Tupac, maður getur náttúrulega reynda að hitta á þá, bara í Kúbu. Já, færi bara til Kúbu og hitta á þá. Já. Fengi bara eitthvað. Þú veist, mér langar til dæmis, einu sem ég hef séð eitthvað frá, þú veist, eitthvað svona Elvis memorabilia, bara eitthvað svona plata sem hann áritaði. Já. Mér langar ekki til það. Mér langar bara í sólgleru sem hann átti. Já. Þeir eru, já. Það er svo erfitt samt, svo það mitt málið, sko, að þú veist, flest eru kannski komin, en svo náttúrulega Pawn Star búðin, PA12N, hana. Það alveg búðið það? Hún í Vegas. Já. Við erum að fara það er allt tekið upp í Vegas. En ekkert að fara bara á pawnstar.com eða eitthvað? Jú, kannski. Hvernig skrifa maður það? Pawnstar.is. Nei, Pawnstar Pawnstar.com website. Ég fór bara á pawnstar.com. Það fyrir bara beint á eBay. Pawnstar Jewelry. Já, þetta er hérna Gold, þetta er G-Spawn GS PA12N.com G-Spawn.com. Já, GS-Pawn G-Spawn. Shop the official home of the Pawn Stars. Já. Þetta er alltaf líkt einu öðru orði. Já, þetta er það. Þetta er svo það er bara á pawnstar.com. Þetta er svo það er búin að horfa á klán. Googla bara Pawnstar. Já, googla Pawnstar. Googla bara Pawnstar og fara í fótos. Hérna 1970 New York Knicks NBA Championship ring. Já, þetta er bara þannig, sko. Hvað kostar þetta? 12 milljónir. Já. En þú veist alltaf hvað gerist ef maður er mættur að prúta. Herru, já, maður getur prútað. Já. Sko, við erum með jewelry. I see you have 12 million here. What do you say about 4,000 in cash? Sko, en síðan Pawnstar Collect. Sko, myndir maður... The Shining Cast Signed Memorabilia. Það er bara 624. En er það ekki bara eitthvað plaggut eða? Mér langar ekki til það, ský. Já. Þetta er Star Wars Episode 4 A New Hope Original Hand-Signed Poster á 8 milljónir. En svo myndi ég halda líka að svona dót að eins og þessi búð sem kom með það mikið hæpa, hún er eitthvað dýrari en þú ferð bara í grassrótina og finnur gamla góða Pánsta á horninu sem er ekki með hérna, sko, maður sé eitthvað Joe Pesci Goodfellas Signed Memorabilia. Comes from witnessed signing without forgetting. Þú veist, ef við förum hann að reyna, ef þú þá láta fjölsmyndstunum að kaupa eitthvað eitt nettót og koma með heim. 100%. Bara 100%. Já, þannig við erum að fara þarna og við hérna ætluðum að fara á Grand Canyon, það er vist aðeins svo langt. Já, það er heldur langt. Við erum að fara einhvern tímann bara í janúar. Já, eins og ég segi, ég var alveg til að vera þarna í 2 vikur og bara hentar ekki núna. Þetta er rosa mikið bara eitthvað svona plaggutum, sko. Já, en ég held líka bara að komin á staðinn og ég held að það er líka pottet fleiri svona búið, sko, en þetta er bara, ég veit hvað þetta er út af hérna þáttunum, skilur. Og sumt af þess er bara eitthvað, þú veist. Já. Ég var að spá að henda þér í góðan lið. Já. Sem að ég byrjaði á daginn sem er þetta alveg bíómynd eða ekki. Ok. Síðast þá tók ég, þá var ég á samt í enga. Þá var þetta allt alveg bíómyndir. En í þetta skipti er ég ekki með þannig. Ok, þú bara switchir það. Já, en ég ætla ekki að segja þér samt fyrir en í endan fattaru hvort þú sitt með rétt eða rátt. Ok. Byrjum á fyrstu. Shawarma Zombies. Sjá hvað? Shawarma Zombies. Shawarma Zombies. Þetta er ekki alveg mynd. Ok. The Tale of the Voodoo Prostitute. Þetta er alveg bíómynd. Loka svar. Hvað er eitt quiz hérna byggarinn okkur? Hann er heima með mér. Ég var að tala um að fara með henni ekki að maður bara helgina. Ég gleym alltaf að taka hann. Já, þú er bara með hann inn á baði. Já. Ok, John dies at the end. Þetta er alveg bíómynd. Don't fuck in the woods.
Ég veit ekki hvað fannst að fyndi Þetta er ekki alveg bíómynd. One-legged pimp. Þetta er alveg bíómynd. Mom During the Day, Alien by Night. Alveg bíómynd frá 1976. Það er þessi Banana Motherfucker. Þetta er alveg bíómynd. Vibrator Police Busting in the City. Þetta er ekki alveg bíómynd. Til okkar svar? Já. Ok. Og er þetta allt alveg bíómyndir? Nei, ég skulle fara yfir þetta. Shawarma Zombies. Já. Þú sagði að það væri ekki alveg. Já. Það er rétt. Ég samdi þetta. Yes! One-legged pimp. Já. Sagði það væri bíómynd? Ég sagði það væri bíómynd. Það er ekki bíómynd. Það er svona legendary mynd. Það væri geðveik mynd. John Dies at the End. Já. Sagði það væri bíómynd. Já. Það er rétt. Yes. The Tale of the Voodoo Prostitute. Já. Þú sagði það væri mynd. Af hverju sagði það væri mynd? Ég veit það ekki. Út af því, þú helst að ég var ekki nú klár til að búa þetta til. Já. Og það er rétt hjá þér. Yes. Þetta er bíómynd. Þetta er alveg bíómynd, ok. Don't Fuck in the Woods. Já. Það er bíómynd. Já, ég sagði það var ekki bíómynd. Já. Ok. Mom During the Day, Alien by Night. Þú sagði það væri ekki bíómynd. Nei, þú sagði það væri bíómynd, minni. I made that shit up. Ég fatt að þegar þú sagði það aftur núna, Mom During the Day. Þetta verða Mom by Day, Alien by Night. Það er alveg bíómynd. Ég hef aldrei farið til Bandaríkjana, hvernig ég veit að hvernig þið gera þetta. Ég er að fara til Vegas. Banana Motherfucker. Þú sagði að það væri bíómynd. Já. Það er bíómynd. Og svo Vibrator Police Buzzing in the City. Það er gott nafn. Já. En ég bjóða til. Býtu. Þú sagðir samt að ég hef búið til, held ég. Já, það ekki? Já. Og ég bjóða til. Buzzing in the City. Já, við kannski líka segjum hlustendum að við erum búin að vera í sjóðheitum samræðum hérna frammi í stúdíónu. Er þetta búið? Er liðum búið? Liðum búin, já. Ok, hvað var ég með 1, 2, 3, 4, 5 af 8. Ok, ég tek því. Já, það er nokkuð vel gert. Já, takk fyrir það. Og klikkar á One-legged pimp. Já. Don't Fuck in the Woods og Mom During Day, Alien by Night. En já, ég er búin að vera í session í alltaf dag með Þormóði. Og við áttum bara að tala spjallum samsæðiskenningar og ég var að segja honum að þú náttúrulega blóðheitur eðlu fólksmaður. Já. Og þú komst inn í stúdíu okkar og tókst ræðuna á Þormóð. Og Sölurræðina og ég ætla að láta þið taka á fólki á hlustunum smá, en svo fórum við niður og þar hittum við nokkra stráka hérna niðri og þú tókst ræðuna á þá. Svo kom Ásgeir Orri niður og ég tók ræðuna á hann og þú tókst ræðuna á hann og ég baði um að í rauninni og hann fór 0% í svona 5%. Það er eina sem ég við og ég ætla bara að leyfa Átna. Já, sko, Tryggvi pródúser byrjaði í rauninni samtalið út af einhver ástæðu að segja bara ég skil ekki hvernig þú trúir á eðlufólk. Hef ég talað um það hér eitthvað? Já, við tölum um það í podcastinu og ég og Kristmundur tölum um það og ég og Tryggvi tölum um það. Já, ok, allavega. Þetta er búið að vera mjög heitt í gangurum. Og ég sagði við hann, sko, ekki þú vera að leggja orðið í minn mun. Ekki vera að leggja mér orðið í mun. Hlustaði nú, lill strákur. Sagði ég. Sko, ég trúi ekki á eðlufólk. Nei. En ég trúi ekki á eðlufólk. Ég trúi á eðlufólk eins og geimurur. Já, það eru til. Ég trúi þetta meira á geimurur. En þú veist, þetta er meira bara svona, þú veist, ef það myndi koma upp bara svona stóra, the big scandal, bara staðfest eðlufólk til, þá var ég svona, told you so. Kannski ekki told you so, en svona, ok. Já, þú veist, ég er ekki í sjokki. Nei. Og ég skal taka, þú ert kannski kæri hlustandi að hugsa, er gæinn ruglaður? Ó nei. Svarið er já, en hlustað á mig. Já. Og flestir sem er að hlusta eru í 0%. Já, og það er það sem ég vil. Já, finnið bara inn í ykkur hvað prosentan hækkar. Fyrst áður en að ef þið hafið ekki, sko, hugsið bara innra með ykkur, hef ég viljan til að breytast? Já. Hef ég viljan til að skipta skoðun og mögulega trúa já. Ó já. Og eða sko í rauninni hætta að trúa ekki
en byrja að trúa ekki doppel ekki, já. Skil ok, let me cook. Þú ert kunnur þróunarkenningunni. Já. Við erum eitthvað slím í sjónum og svo Guð býr okkur til á 7 dögum. við erum eitthvað slím í sjónum og svo þróumst við verðum fiskar svo þróumst við áfram Við brásmá mér líka slóu dragmagnið heldur þessi þetta er inn í okkur er þetta bara inn í okkur er þetta með símaðinn smá pása allavega við byrjum sem slím í sjónum þróumst í fiska þróumst svo í þú veist eitthvað svona og svo þú veist skríðum við upp á land við skríðum upp á land og svo þróumst við skilur og bla 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 þróumst í apa og svo þróumst frá öpum í mannfólk þetta er svona í klassíkin já, í stuttumáli sagt en þú ert núna hérna bara maður manneskja kemur af sömu fórfeðrum og apar en það er samt ennþá til apar í dag ég fór að pæli því sko hvernig stoppuðu þeir þeir stoppuðu ekki endilega þeir bara þróuðust í aðra átt kannski þegar við vorum nýkomin upp á yfirborðið úr sjónum og vorum bara einhverjar litlar eðlur skilur í eina áttina þróuðust við í átt að mannfólki og í aðra áttina í reyna öpum þá og í kannski aðra átt þróuðust nær eðlum skilur þannig að þú veist ekki hlæja hlustandi leifum honum að tala, ekki hlæja ég er bara að segja að þú veist af hverju ekki er bara engin sjens getur einhver sem að veita eitthvað útskýrt fyrir mér af hverju af hverju það er bara 0% líkur að þetta sé það getur það engin það er það sem ég er að segja og ég er ekki að biðja ykkur kæri hlustundur að byrja að trúa á eðlufólk ég er bara að reyna að koma ykkur úr 0% í 5% og þá er hann búin að sigra sko. þá er ég búin að vinna já, ég verð að viðkynna með hverju skipt sem ég heyri þetta þá er þetta líklegra og líklegra já en já, ég fór samt að pæli í eitthvað með apana og eitthvað svo er ennþá bara einhver apar og þeir eru ekkert að vera eitthvað geggjaðir það kemur ekkert eitthvað upp ykkur bara að heyrðu það maður að byrja að tala þessi apir nei, nákvæmlega en kannski þróust, skilur eðlu, þú veist, ok þú örðum, skilur, homo sapien eitthvað og svo var það kannski ég var no homo sapien er það málið? já, ég var ekki er þú bara þar? já, ég hugsaði reyndar að því ég var að tala við þig um að taka sem dæmi að við komum frá öpum ég hugsaði að kannski er huginn ekki það gott dæmi því hann lítur smá út eins og api ennþá rosalega loðinn og skrítin eitthvað á erfitt með að halda á hlutum já, en ég get talað já, þú getur talað, þú getur rétt svo gert það rétt svo talað alltaf tikk ykkur bambus bara hvernig var helgin? Hvað gerir helgina? Við vorum bara eitthvað kósjast við fórum í Hvalfjörðinn í gær og eittum bara deginu þar og já, svo í dag var Inga kærasta mín fór í Frikadór Gusu já, Frikadór lög hún og vinkonuna og Jón Jónsson lög það var auglýseta, ég sendi þetta Frikka í gær það? já, legendary já, djöður að finna maður já, en þú? Ég var að gigga svolítið já heyrðu, ég var í fríi á föstudaginn já var ekki meitt gig og var bara heima að chilla að horfa Netflix með Söru og bara nokkru hún sopnar yfir sjónvarpinu, ég er svona að sopna fæ þá símtal frá tengdapabba mínum bara klukkan 11:20 já. Það er mjög óvenjulegt þannig ég svara sælir, hann bara sælir, áttu ekki að vera einhvers þar ég eitthvað, hvað? Það var félagi minn var að hringja mig og búin að bóka í gig fyrir 40 mínútum ég bara, kíkti á Messenger og þá var ég bara með fullt af skilabóðum frá fullt af fólki og ég bara þá var þetta útskrift sem að ég var búin að gleyma
ég bara klikka þetta var bókað sko í nóvember og ég hef bara glemt að setja þetta í kalendarinn og ég bara þetta var svo óþægilegt ég panik ég bara í algjöru paniki og mætti klukkutíma og seint það var ekki gott hvernig fór, gott gig samt þetta var mjög gott gig, þau voru mjög hress og skilningsrík ég líka gaf þeim þetta ég rukkaði þau ekki og bara þau voru bara það er að gera þetta, bókan á vilsum degi og segja svo hvað í fjandanum ertu? Ég neita að borga ok ekki en já, þetta er í annað skipti sem þetta gerist man ekki hvað fyrsta í fyrra skipti þá var ég á leiðin upp í bústað með Söru og fæði símtal þá var það reynda minna stress þá fæði ég símtal bara sælir, er allt klárt fyrir Keflavík í kvöld ég bara hvernig var stemmingin? Hún var ekkert það góð nei, ég trúi því ég náttúrulega lendi í að ég var búin að bóka gig þegar við erum á Vegas já, ég líka, sama gig en það var samt vinar, við skal ekki segja hvað gig svo algjörlega en það var samt ekkert stress við hringdu bara í hann þetta er hræðileg auglýsing fyrir okkur en þetta er svo bara þetta er bara við í podcastinu shit happens en ég þá var hann bara nýbúin að tala um mig þetta er félagi minn og ég hringdi í hann og það var allt í leið ég sendi á hann leið að ég fattaði ég fattaði, þú varst búinn ég fattaði þetta bara á föstudaginn bara fuck ég fattaði þetta bara fyrir daginn sko weak minds think alike read minds think alike heyrðu, mér langaði svolítið að bera undir spurningu þessi spurningar í boði Dominos ok þú er 3 sólarhringa til að fela þig eftir 3 sólarhringa þá byrja allir í heiminum að leita þér ok ég fíla svona og þú hefur 2 vikur þú hefur 3 daga eða 3 sólarhringa til þess að fela þig þú þarft að fela þig í 2 vikur og ef þú og það verður allir bara að ruggla þér og gera allt sem þarf að gera til þess að finna þig það er bara eins og komið bara eitthvað vírus og þau eru að leita þér, allir hvar myndir þú fela þig? Sko, ok, myndi fólk vera að leita í einhverjum myndavillum og reyna að sjá, ok við erum að tala þegar ég segja, þú veist bara CIA eins og leggur sig það er bara allir í heiminum að leita þér ég hugsa ég myndi halda mér á Íslandi ég hugsa ég myndi líka gera það ég hugsa ég myndi bara fara út úr bænum bara fá okkar fjórhjóla eitthvað nei jú ég myndi bara einhvern veginn reyna að ræna bíl eitthvað starf sem við enginn veit keyra núna í einhver á og vera bara starf upp í fjalli í einhverjum helli eða og bara með mat og bara í rauninni örugglega bara reyna að vera bara onni einhverjum svefnpoka bara í 3 daga nei þú þarft að fela í 2 vikur já og svo eftir þessa 3 daga svo eftir ég var bara verið í svefnpokanum í 3 daga þá myndi ég fara úr honum ok þú leiðir mér ekki að klára ég myndi verið í svefnpokanum í 3 daga svo myndi ég losa mig við hann ok, áhugavert þetta er skemmtilegt twist já, nei, sko, ég hugsa svona líklegast væri bara að ég myndi þú veist fara í einhvern semi-yfirgefinn sumarbústað og bara fela mig í einhverju geymslu eða eitthvað svona, skilur, þú veist þannig að ég geti kannski alveg verið með mat inni eða hvernig myndir þú fara þangað? Myndir þú ræna bíl? Ég myndi ræna bíl, þetta væri nált á vatni en ég myndi keyra bílum hún í vatnið og svo myndi ég labba restina en þetta er samt, þú veist, shit hvað ég væri til í eitthvað svona ég væri ekkert eðlilega til í bara feluleikur og ég þarf að fela mig ég myndi aldrei neina að leita nefnum nei, en ef allir heiminum var að leita mig það væri alveg thrill sko. Við erum að tala að tíminn bara, heimurinn stoppar það er bara allir að leita þér öll skip og alla flugvélar eru bara á leiðin það er ekkert eitthvað sem áætlunarflug til Íslands hversu margir koma, það eru bara allir að koma með öllum tilteknum leiðum shit myndi maður reyna að ræna skipi
fór á sjó. Já, en þá er náttúrulega bara gerðin þetta diskar skilur sjá. Fuck. Þyrfti ég bara að vera. Þú getur ekki verið með síma, Mark Zuckerberg verður bara að leita þér. Það er bara allir að leita þér. Ok. Heldur þú gæti falið þig? Heldur þú myndin á þessu? Mér líður eins og ég gæti það, já. Þið líður eins og þú getur allt. Já. Sem er gott. Já. Eina sem ég hugsa, þú veist, er, ok, segjum að fólki sé að fara í sumarbústað, þú veist, farið ekki bara inn í hann, leita, þú veist, þau eru ekkert að tæta alla sumarbústaði í sundur. Bara spýtu. Nei, ekki nema, þú veist. Ég hefði bara reyna að komast inn í vegginn. Já. Eða eitthvað. Já. Þú veist. Já, það er gott sjátt. Þú veist, ég myndi bara reyna. Hvað ætlar að vera bara inn í vegg í 2 vikur? Ég hef verið inn í vegg miklu lengur. Já, þú veist, eitthvað þurfti ég að gera, ég veit það ekki. Já. En þú? Þú veist, svo er náttúrulega líka, þú veist, þess að ég er að hugsa við, þú veist, það er í Skorradal, þú veist, það er vatn, skilur þannig að þú veist, maður gæti alveg flakka smá milli, skilur. Ég gæti alveg verið bara í blauðbúning, farið og látið mig bara svona trítla á milli bústaða. Eða skilur hvað ég við, þú veist. Já. Og það er svona báta skíli niður yfir vatnið og eitthvað svona. Langaði í sumarbústað? Já. Í Skorradal? Já. Hvað er langt í Skorradal? Ég fór einu sinni í bústaði í Skorradal. 1,5 tíma eitthvað. Það er bara svona lítið? Já, þetta er bara ánumferðin á Borgarnes og begiru út af ánumferð á Brúna. Ég fór þegar ég var krakki, þá fórum við til vinn okkar vinnum með mamma og pappa. Já. Í Skorradal og það var ekkert eðlilega gaman. Þau voru bara með jetski og... Já, mamma og Óli eiga sumarbústað og voru bara með, það er 86 km, 1,5, eiga sumarbústað í Skorradal og voru bara með spýtbát og svona donut og eitthvað dót, sko, þeir bara eftir flutti í Hvalfjörðinn og notaði hann aldrei og hann er bara, það er verið að gera hann upp núna eitthvað. Já, ok, eða þau eru ekki búin að selja hann eða? Nei, það eiga hann, sko. Ok, okkur eru við aldrei farið þangað? Ég hef bara ekki farið ógeðslega lengi, sko, en hann var, þetta var svona alveg klassískur íslenskur gamli bara timbur, skilur við, en þú veist, núna er búið að tæma hann allar einan og ég sé verið að gera eitthvað við hann, sko. Já, sérðu fyrir þér að kaupa bústaðingsmann? Ég veit ekki, ég hef oft hugsað að væri gaman, sko, en ég held að þetta sé alveg vesensamt líka. Já. Það tala margir það, sko, að bara viðhalda allt svona, þú veist, samsvari ekki kostnaðinum bara að leigja bara í gegnum stéttarfélag, sko. Já, eða bara Airbnb þessum, sko. Já, en þú veist, svo á ég samt alveg fjölskyldufólk sem á bústæðu, þau notaða bara miklu meira, skilur, þú veist. En það er samt, ég held þessi meira þegar það var eldri, sko. Já. Þú veist. En þú? Sko, það kýtla mig ekkert rosalega mikið að eiga bústað. En nei, þú veist á Spáni? Meira. Já, en á Flórida? Meira. En það meira? Já. Mér finnst Flórida geðveikt, sko. Já, ég trúi því. En það er bara sama, skilur, þú veist. Hversu lengi er maður að fara, þú veist, hvenar verður þetta ódýrara? Já. Heldur en að vera bara að borga fyrir 2 vikur sem maður er úti, skilur. Já, algjörlega. En þetta er kannski megar alveg sens ef þetta eru kannski 4 fjölskyldur að kaupa saman eða eitthvað. Já, en myndi maður þá samt ekki bara... Jú, kannski. Fattur þú? Jú, ég held að ég hef alveg heyrt að sé alveg vesen, sko, þú veist, en svo er þetta samt, þú veist, það er alveg mikið af fólki líka sem getur unnið á netinu og svona, skilur, hann að það væri kannski alveg... Það er foreldrar eins stráks sem er á leikskóla sem strákarnir eru á. Já. Þau eru að fara að flytja til Thailands í 1 ár. 1 ár. Hún fór eitthvað út, mamman fór út núna daginn fyrir bara 6 vikum eða eitthvað, fór til Thailands, heimsækja vinkonur sinni sem býr þar, kom heim bara, herðu, prófum þetta, flytjum bara, og þau bara vinna bæði bara í tölvunni og þau eru bara að flytja til Thailands í 1 ár. Geðveikt. Ég var líka að tala við mann sem er að vinna á Íslandi, sem er frá Lettlandi, og meðalinn þar eru bara eitthvað 800 eurur á mánuði. Vá. Já, bara, ég man þegar ég var að vinna í Íslandi hana 2016, ég veit ekki hvort að hlustundur viti það, ég vann sem smiður í Íslandi 2016. Þar voru held í meðalinn 500 eurur, 10 ár síðan, sem er bara eitthvað 70 skall, þannig að maður var bara eins og okkur kongur annað, skilur, en maður var sett ekkert okkur biljum launum, skilur, en bara íslenskum launum. Og hann vinnur hér, konun hans og börn búið úti og hann er bara í 2 ár bara eitthvað að reyna að láta drauma sína rætast og hvað voru að tala um?
Ég man ekki hvað ég byrja að Þú tala um þetta einhvern letta Já, þú byrjar að tala um Já Til Thailands Já, þau eru að flytja til Thailands Já, og hann er bara hérna er láta draumur sér ræta sko Það er bara að saga Ég var að reyna, það er alveg meira sem hann sagði mér, ég var að reyna að muna af hverju ég fór að segja þetta Þú vorst að tala um Thailand Já, jú, ég man það núna okay. Ég var að segja við hann að hann ætti að ef hann geti búið í Lettlandi en unnið í tölvunni á Íslandi þá væri hann bara eins og hann væri bara með marga milljónir á mánuði á Íslandi og þetta var svo ruglað þegar ég sagði þetta sko við fengum báði gæsa sko. Wow Það er gubbaði Nei, já, ég það kýtla mig ekkert rosalega mikið að eiga aðra eign þú veist, annað heimili einhverstaðar annars staðar. Það er Ég held að tilöksunum sé meira næs að eiga íbúð á Spáni en svo alltaf eftir moment þá hefur maður ekkert nægan tíma til að fara Algjörlega, svo bara krakkarnir að byrja í skóla og þá bara erfiðar að fara með þeim út á, þú veist Ég sé meira bara þegar krakkarnir líka er eldri og geta kannski sjálfir þú veist, það eru fleiri sem geta nýtt að þá skilur ef maður á íbúð og krakkarnir geta að fara kannski mun sínum eða eitthvað þú veist Já, og líka bara þegar, þú veist, einmitt krakkarnir kannski farin að taka ábyrgð á eigin gjörðum Nei, bara, þú veist bara geta bara, þú veist lært heima úti algjörlega án þess að vera bara eitthvað grenjandi og öskrandi yfir því hvað ég held að það verið svoleiðis hjá mínum mönnum sko. Ég var þannig sko. það var svo erfitt fyrir mig að læra heima sko. Það var enda líka erfitt fyrir mig líka bara sem fullorðinn sko, þegar ég var í áskóla sko. Bara nei Já, en þú útskæðast ég útskæðast, það er rétt en mér finnst þetta mikið vera svona hver einasta önn sem ég var í skóla þá var ég bara, núna þessu önn þá ætlum ég bara að læra þetta jaft og þétt skilur, svo ég þurfi ekki en þú veist, svo bara ger ég ekki neitt og tek svo bara mánaðar geðveiki skilur. En það er miklu betra það er betra þú veist, þá hefur þú bara alla önnina til að chilla og þarf bara að gefa í lokin Það er rétt, sko. Ég var með góða reynkunni sko. og mér varst líka alveg fyndið það er alveg fyndið þú veist, það var fullt af fólki sem var með í námi sem voru bara alla önnina að stressa sig bara, nei, ég er að læra og ég var bara eitthvað að hanga, skilur ekki hanga en ég var ekki að sinna skólanum og svo erum við bara útskjöðast bara fyrst engum bæði og allir í gýr þetta er svo mikið proved you wrong En já, aftur að þessari spurningu sko, það sem ég myndi gera er hvað þetta fór í margar áttir sorry allt í góð, ég tók þetta ég held að ég myndi varst þetta görni sem lék tvífara minn í æskæsi 2 Ég myndi hringi hann og segja blessaður, herðu, og ég myndi búa til einhverja geggjaða sögu eitthvað, ég þarf að fara segja bara, ég þarf að taka með einhverjum melunum bla, ég hef ekki tímið það getur þú gert það fyrir mig, þetta er í útlöndum þau mun ekki þekka munin, þú fær 5 milljónir fyrir það og vonandi myndi að gera það og ég myndi bara senda til Jemen eða bara Timbuktu eða bara svona eitthvað lengst út í raskati því miður, þú veist, kannski hann hlusta ég myndi bara fyrir fokkarum upp skilurðu, þannig að þegar þú veist 3 tímarnir líða, 3 sólarhringarnir líða þá byrja allir að leita þar með talið hann reyndar en þú veist, það eru allir farnir fattur í landinu sem hann er í, skilurðu, það er allir bara að hann er ekkert að fara í flugvél því að flugmennir eru bara að leita mér fattur hvað ég meina, þannig að hann er bara stranded þarna, vonandi okay. Svo byrjar CIA og FBI og eitthvað, bla, að leita mér ok, hvað er hann, herrið, hann flaug ég myndi að láta fá vegabréfið mitt, hann myndi fljúga út sem ég og ok, hann flaug hann til Jemen og þá myndi allir fyrir að leita þar en ég væri ekki þar ég væri á Íslandi, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar einn og yfirgefin þannig að þú veist, ég er ekki að segja að fólk myndi leita mér 2 vikur þetta myndi örugglega komast upp eftir 3 daga en ég var alltaf bara að kaupa með 3 daga og þá get ég verið komin bara í einhvern helli sko. Ég hugsa alltaf núna hvort að ég myndi fara með gröfuna mína bara í skjóli næturs og moka bara gám niður einhvers þar setja gras aftur yfir það er mjög sniðugt og fara bara inn og vera bara búin að stakka upp
bara Mountain Dew og alla græjur Új. fyrir 2 vikur Já. Já, eitthvað svona Já. eitthvað svona bunker eða Hvernig er á tíma? Eru búin að tala alltaf lengi það? Nei, ég held ekki, ég held sem 5 tíma Ég ætlaði að fá að taka því já, flott, 46 Já. Já, auðvitað ekki Mountain Dew, það var it was a prank Já. En já, ég hugsaði eitthvað svona að lauma mér einhvern veginn þannig, skilur Já. Gera eitthvað skóli nætus, já og þú veist, þú getur alveg, ef þú bara stakkar upp gám þá getur alveg verið þær í 2 vikur, skilur Þú veist, bara fá geta lofta þess inn Já, heyrðu, ég var að spá að taka því beauty tips, /mæðratips liðin Ok. og það þá bara les ég sem sagt post inn á þessu Ok. og þú átt að bara gefa svör, skilur, Ok. bara hjálpa að aðstoða Ok, ég er bara aðstoða. Já, Hjálpa til. Softfrog skrifar Samstarfskona mín beit mig í dag. Hvað hef ég að gera? Við vinnum bara 2 á þessum stað sem hún á, svo hún yfirmaður minn líka. Ok. Við vorum bara að standa og spjalla vinnuna þegar hún tók upp höndinu mín og beit mig í handlegginn. Ég var eiginlega orðlaus og sagði bara hva á meðan ég tók höndina mín í burtu. Hún með svona skrítin húmor, þar sem hún kastar hanglaðum í mig eða raskellir mig, sem ég tek ekki þátt í en þetta svo galið að ég ekki viss hvernig maður á að bregðast við svona. Einhver ráð. En hún með svona húmor, hún Já, hana sko, ég myndi örugglega byrja að horfa kannski á stand-up og þú veist, Office og svona og þú veist, reyna að öðlast húmor af því að hún greinilega ekki með húmor að grínast með að býti þig, halló þannig að þú veist, ég myndi horfa kannski á Superbad og einhver svona fyndna myndir af því að þessi gælla greinilega ekki með húmor. Nei, að meðan hinn bara að djóka. Genius, já, hún bara að fokka hinn vantilega að djóka. Ég myndi kannski líka horfa í speil og hætta að taka þau svona alvarlega. Já. Og kannski bara byrja að rasketa hana líka á móti. Og kasta hanglaðum í hana. Og kasta hanglaðum, já, sem alltaf mjög gott. Sko. Já, ekki sko, það var á hanglaðið, maður á bara þvosi með þau. Ég fyrir bara að hlæja og hugsa þetta, sko. Já. Þetta fucking gott, sko. Já. Þannig já, ég held að ef ég var hún, þá myndi ég horfa á fullt af stand-upi. Og þroskast. Hlusta á fyndin podcast og einmitt reyna öðlast húmor. Já. Já, bara. Fyrir sjálfur sér. Já, bara geggjað skilur bara út að bara hversu mikið. Prófa að sleikja hann í olbúan. Já. Það er fyndið. Það er fokkið fyndið og líka það er svo góð svona icebreaker. Já, algjörlega og líka bara, þú veist, ég meina, þeir eru bara 2 að vinna, einhvern veginn þar dagurinn að líða. Já, algjörlega, sammála, bara, já, hún þarf bara að þroskast. Þú getur svarað þetta. Sko, ég vissi að kemja eitthvað, ok. Er hægt að vera með svo kallar tussubumbu en samt fekið sér nafnlokk? Já, þess að er hægt að vera með svo kallað innan gæslepa tussubumbu en samt fengið sér nafnlokk. Þetta er Lovely Links sem postar þessu. Já ég held að sé ekki hægt en þú getur kannski fengið hring í nefið í staðinn. Já, en ég hugsaði sko að hún getur kannski fengið sér ógeðslega stóran nafnlokk. Já, sem er þá ekki á stærði seriós heldur meira bara eins og kleinurringur. Og hún fær nokkuð svörinna. Ætti ekki að vera vandamáli, naflin er ennþá þarna. Finnst þið það smart? Spurningumerki. Já. Ef þú ert með nafla þá getur þú með naflalokk og þannig að Sinek Lobster segir ef þið langar það þá bara gerur það. Þannig að já, þetta er algjörlega bara ef stærðin er til þá. Já. Ok, sko, ég er í rauninni með þrjá pósta en 2 mál eftir. Ok. Sælar. Þetta er Gentle Guava sem póstar þessu. Okay. Sælar, þið sem eigið skást ekki áttuð menn í vörubílabransanum. Ég var í svoleiðis en úr var skilnaður út af stelpu sem er í sama bransa. Okay. Ég er nýlega skilin við minn út af veitinni sem er í þessu og var að frétta
að þetta væri allavega 3. skilnaðurinn sem hún veldur. Og já, áður en ég við tekið hennar lífi veit ég að það er 2 til og hún var ekki ein í þessu. En að heyra að þetta sé í 3. skipti sem þetta gerist innan gæsalappa út af henni, það segir ýmislegt. Langar að heyra hvort ég finni hinnar og langar að spjalla við þær ef þið hafi lent í þessu með kommenta og ég senda okkur skilaboð. Svo kemur, þú veist, hún var bara í framhaldin, eða hún var í sæklisi sín og postaði þessu skilur. Algjörlega. Heyrðu. Hún leitaði öxl til að gráta á einhverju sem tengir. Engin like, ekkert komment, næsti postur. Af hverju var statusinn tekin út vörubílstjóra framhjáhaldi? Ok. Þá kommentar einn sem er rising contributor. Kannski af því hann átti ekki heima hérna. Og upp að dögslum. Og eins og segir það er nú ekkert nýtt að trukkabílstjóra sig að halda þetta framhjá sitt og hvað. Þetta er svo rugglu stjætt. En þá kemur Captivating Fox sem eiginkona trukkara og að marga trukkavini. Þá finnst mér þetta ruggl. Þetta er fínt fólk sem vill vel. Mæli með að kynnast þessu fólki að hún dæmir það. Trukkabílstjórum, ok. Og bara, þú veist, hvað finnst þér þetta, skilur? Þú veist, þannig bara verið að henda heilli stjætt undir rútuna. Undir trukkin út af framhjáhaldi hjá einni konu og 6 mönnum. Sko, ég væri persónulega til í raunveruleika þátt trukkabílstjóra. Það væri þetta geðvikt. Já, og því að ef að þetta er lórið sem er í gangi þarna, þá þarf ég meira. Það væri svona sem að vesina á Íslandi. Þekkirðu trukkabílstjóra? Já. Þú náttúrulega ert í þessum bransa semi. Já. Ég er náttúrulega bara fjölskylda mínu með pappi var trukkabílstjóri mörg ár, sko. Já. Þá til hann og mamma og pappi skildu. Ekki var það sama? Ég veit það ekki, en þau skildu og hann var trukkabílstjóri. Ekki var þetta Guðrýr aftur? Þetta var Guðrýr. En ég var stjúpur náttúrulega með bíla í heimskip og en hann má ekkert keyra á þá, segir mamma, sko. Spurninga hverju það er? Ekki út fyrir postnúmerið. Já. En er þetta ekki sagt eiginlega allar stéttir? Jú, mér finnst það. Lögfræðingar maður, þeir eru alveg rugglaðir. Lögfræðingar eru alveg bara Löggur, þetta er bara framhjáhald stjætt. Já, bara endalist framhjáhald og svo bara kokkar, þeir eru alveg rugglaðir allir. Tónlistamenn, það er bara leikarar, það er bara því líka framhjáhald alltaf í leikursinu. Er einhver stjætt sem er ekki eitthvað strætóbílstjórar? Ég meina, þeir eru semi-trukkabílstjórar. Já. Ég hugsaði kannski forritarar. Hvað þá, það er enga maga. Þeir eru alveg magalýs. Hugbúnaðarverkfræðingar. Ég hef ekki heyrt þetta þá. Nei, reyndar ekki. Tölvunarfræðingar. Nei, ég hef aldrei heyrt eitthvað djöfull eru forritar, maður, þetta er tölvunarfræðingar, eldfjallafræðingar, hakkarar. Ég hef ekki heyrt eitthvað shit, þetta er svo rugglustjætt þú veist, tölvunarfræðinga. En ég hef heyrt það hárgreiðslu fólk. Já, það er alveg rétt. Með tölvunarfræðingar og hugbúnaðarverkfræði. Forritarar, það er alveg rétt, sko. Þeir virðast vera mjög lojal, sko, eða það bara single. Já, þú ert náttúrulega ekki brjótur einn hjörtu ef þú festir ekkert hjarta, sko. Nei, það er rétt. Það er eini viðbót. Ok. Afmælisgefanda 35 ára manninu mínum. Er astnalegt að gefa Comfy Balls nærbuxur með í pakkanum. Það sem hann er alltaf verið með smá vandamálaðan niðri og er alltaf að leita betri nærbuxum. Ok. Hvað er þetta? Horfður á þættina hann með Jón Gnarr og Eddu Björgvins? Felix og Klara? Nei, ég var ekki það. Var hann alltaf með þetta? Hann var í Comfy Balls. Comfy Balls? Já, Comfy Balls. Hvað veist þér um þetta? Astnalegt að gefa Comfy Balls með í pakkanum. Er hún að leita að afmælisgjöf handa manninu sinum? Já, hann spyrja hvort ég astnalegt að gefa Comfy Balls nærbuxur með í pakkanum. Já, með? Já, það sem hann hefur verið með smá vandamálaðan niðri og er alltaf að leita betur nærbuxum. Hún hefði nú getað sleppt í að segja það. Er þetta nafnlaust? Nei, þetta er nafnlaust. Okay. En þú veist, hún er kannski að útskýra, flestir byrja að segja bara af hverju myndir þú gefa hún Comfy Balls? En það er út af því að hann hefur alltaf verið með smá vandamálanda niðri og er alltaf að leita sér að betur nærbuxum. Sko,
En hún er kannski að pæla hvort þetta sé meira eitthvað svona sumargjöf eða eitthvað, eða hvort þetta er verið ammælisgjöf. Ég meina þetta má vera með, en þú ert ekki fyrir að gefa 30, í 35 ára ammælisgjöf manninu þínum. Hann hefur alltaf verið með smá vandamál. Já, reyndar, ef þetta hefur sjáð honum mikið gegnum árin, sérstaklega ef það er þarna niðri, þá er alveg option, sko. Já, ég sá þetta, mér fannst þetta bara áhugavert, sko, þú veist, finnst þér aðsnarlegt það? Þetta fylgir með. Þannig hefur alltaf verið með smá vandamál niðri, sko. Mér finnst ekki aðsnarlegt að þetta fylgir með. Mér finnst það aðsnarlegt ef þetta verið eina. Já, það væri aðsnarlegt. En ef þetta væri 20 nærbúsur 35 nærbúsur og 35 ára Ég reyndar svo rugglaður að þú veist, ef að að því mig langar, ég er ekki mikið afmælisbarn. Ég pæli ekki mikið í þú veist, að eiga afmæli og þú veist hvað mig langar í afmælisgjöf og hvað hannig. Þannig að þú veist, það er mjög erfitt að gefa mig gjöf. Já. Og mig langar ég vil bara í eitthvað sem mig vantar. Já. Fattur þú? Þú veist, ég bara minnst geði þetta að fara rakvél í afmælisgjöf og þú veist, ég til dæmis ok, bara 30 pör að hvítum sokkum í afmælisgjöf. Mér finnst það bara geðveik afmælisgjöf. Það var bara restarta. Já, það var bara geggjað. Þannig að jú, þú veist, ég meina ég dótt inn í Skims nærbúsnar. Já. Þú náttúrulega verið með vandamálarnir niðri. Svo lengi. Já, mjög lengi, mjög mikið. Ertu komin í Skims? Já, mér finnst það næs. Þannig að ég var til, já, þetta er kannski fínt. Sari er búin að vera að spyrja mig og ég veit að hún hlustar. Sari, mér langar í fullt af Skims nærbúsum í afmælisgjöf. Já. Og kannski hvíta soka. Já, fínt að fá meira. Já. Já, þetta var sem sagt, ég ætla að reyna að vera með þetta. Mér er skemmtilegt að fara yfir svona, og ég ætla líka að vera með pappa, ég er komin inn í pappatips og svona, ég ætla að sjá hvort að einhver hlusti og veist eitthvað að pirra sig á þessu. Já. Ég held nú ekki. Nei, menn þetta er allt nafnlaust. Já, þetta er allt nafnlaust og bara stemmingu. Já. Ertu með eitthvað plan? Ég er náttúrulega bara í miðum tökum á Æskasti Múi. Já. Það gengur bara vel, þetta er síðasta vika núna sem er framöndan. Geggjað. Já. Spenntur að klára. Ég veit það ekki, þetta er ógeðslega gaman en þetta er rosalega mikið. Já, og svo er þetta náttúrulega líka síðasta Æskast tökutörnin sem er kannski smá. Ekki öruglega, þetta er bara 100%, við erum bara, þú veist, við ætlum að hætta. Það var alltaf planið að taka 3 seasons and a movie og svo eina tónleika í viðbót og hætta, algjörlega. Þannig að þetta er svona síðasta rönnið, sko. Já. En það er bara fallegt, þetta er búið mjög gaman. Já, og þetta verður náttúrulega legendary að eilífu. Já. Svo kannski komið skríðandi aftur. Já, eftir 2 ár með allt í skrúinni. Það er comeback! Það er comeback season. 3 seríur og önnum minn. En svo var ég að hugsa hérna leiðinni, eigum að gera live show eða? Ég væri ógeðslega til að það væri mjög gaman, sko. Við nefndu eitthvað daginn, hvernig voru viðbröðin á Instagraminu? Var eitthvað lið að senda á okkur það? Já, eða? Ég væri til að setja aftur og fá kannski að sjá hversu margir væri til í það. Já, jafnvel, já. Það væri ógeðslega gaman, sko. Já. Og við þurftum að vera með bara, við þurftum að fá gesti og eitthvað, vera bara með eitthvað hella sjó. Somfy balls og alla græður. Já, sæll. Já, fínt og sæll. Þú verður að senda þeim reikning eftir einhvern lið, sko. Já. Ég held að sé einhver með þetta. Ég held það. Er það ekki? Já, pælum í þetta. Herðu, takk hérlega fyrir okkur. Dominos, Happy Hydrid og nýlið ársins, No Serious. Let's go. Bara, eða góða viku og... Herðu, Dominos, afsláttakóði. Já, félagsmiðstöðin 40. Félagsmiðstöðin 40, ég nýtti bara það í síðustu viku. Já, geggjað. Félagsmiðstöðin 40. Fekk með Dominos á hann. Við nýtið þetta. Ég ætla að fara að fá mér einn góðan Happy Hydrid og fara heim með Cozy. Já, ég hugsa ég var ég ætlaði að vera með gula nógakroppi í þættinu. Við klárum það fyrir þá. Hann er svo góður, sko. Herru, góða nótt. Við elskum ykkur. Sofið rótt. Ég ætla nótt.